stew. A pinch of salt and laughter too. A scoop of kids to add the spice. A dash of love to make it nice. And you've got too many cooks. 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 Takes a lot to make a stew. When it comes to me and you, and him and her and the baby too. Too many cooks, it's true. They say it goes, it'll spoil the broth. Honey, I think that's not true. Well, maybe too many cooks will spoil the broth, but they'll fill our hearts with so much love. Too many cooks. A family is like a soup. Everyone adds an extra scoop. Mix an ounce of a smile so sweet. A dash of cool to add the heat. And you've got too many cooks. 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 Danir voru meðal þeirra sem voru þekktir sem víkingar frá 8. til 11. aldar. Dönsku víkingarnir voru germansku ættbálkur sem seinna urðu að þjóð. Með færni sína í skipasmíðum og siglingum af vopni réðust danskir víkingar á Frakkland og Bretlandseyjar og hertóku svæðið þar. Þeir stunduðu mikil viðskipti meðfram ströndunum og ánum í Evrópu, alla leið frá Grænlandi til Konstantinópel í norðri og til Rússlands og Úkraínu í suðri. Dönsku víkingarnir réðust mest á England, Írland, Frakkland, Spán, Portúgal og Ítalíu. Árásir danskra víkinga á strandi Frakklands og Hollands voru miklar. Einn hópur Dana fengur leyfi til að setja stað í norðvestur Frakklandi með þeim skilyrðum að þeir þurftu að verja svæði fyrir árásum í framtíðinni. Þetta svæði var kallað Normandí og það voru aðkomendur þessa landnámsmanna sem lögðu England undir sig árið 1066. Danir tóku upp kristna trú árið 965 og eftir að hafa verið sameinaðir af Haraldi Blátönn. Það er ekki vitað hversu langt konungsveldi Haralds náði, en það er talið að það hefði tekst frá varnarlínu Dannevirke þvert yfir Jótland til dönsku strandana og til Skanja í Svíþjóð. Undir stjórn Sveins Tjúguskeggs, sonar Haralds, svöruðu Danir fjöldamorðum Englendinga og Dönum með fjölda árása og stríða gegn Englandi. Árið 1014 höfðu Danir unnið fullan sigur gegn Englandi og tóku við stjórn stórs lands. Sambandi gekk þó erfiðlega vegna ágreininga og mismunandi áherslna þjóðanna. Knútur hinn mikli, sonur Haralds, átti í mesta baslið við að reyna að halda sambandinu gangandi, sem óumflýjanlega féll undir stjórn sonar hans sem hét Hörðaknútur. Víkingarnir gáfust ekki upp, en nú voru það Norðmenn sem reyndu fyrir sér undir stjórn Haralds harðráða að ná stjórn á landinu. Að lokum urðu Norðmenn þá að gefast upp og snúa tilbaka, en innrásin var samt sem áður ekki algjörlega áhrifalaus, en hún gerði valdatöku Vilhjálms bastards auðveldari verkum nokkrum árum seinna árið 1066. Já, Svíar fóru frekar í austur, frekar en bræður þeirra Norðmenn og Danir sem fóru í vestur og suður. Svíarnir fóru frekar austur eftir rússnesku ánum og voru þar stoppið þar til dæmis í Nóvgorod, Húngarði, Kíl, Kænugarði og Miklagarði, Konstantinópel. Þeir voru miklu metum í Konstantinópel þar sem þeir seldu til dæmis gráðvöru, skinn og meira, og voru þetta sem væringjar og voru þar í varðliði konungs. Þeir stofnuðu þeim borginnar, Húngarð og Kænugarð, sem bara voru fyrst litlir vikingabæir og urðu á endanum bara slavneskt þorp með smá sænsku ívaði. Og fyrsta rússneska ríkið sem var til, það var þegar slavneskir ættir slavneskra þjóðhöfðingja blönduðust við sænska víkinga. Fyrsta konungsættin er kennd við Rúrik, Svía, og ætt hans kemst alveg til 13. aldar. Gungurólfur var danskur víkingur sem olli miklum usla í Frakklandi á miðöldum.
Fransi konungurinn, hann þurfti hann að gera eitthvað í þessu og hann sá sér bara það rétt að gefa Guttormi og mönnum hans land í norðvestu Frakklandi. Það svæði var sem kallað Normandí. Norðmenn voru meiri landfundarmenn en frændur sínir í Danmörk og Svíþjóð. Þeir meðal annars syndu til Bretlandseyja og settust það í Orkneyjum og í Suðureyjum. En þeir syndu einnig norðar og fundu Færeyjar og eins og flestir vita Ísland og settust þar að á góðan stöðum. Einnig fóru þeir enn norðar og syndu alla leið til Grænlands og settust á þar byggðu bæjurna. Og síðan segja sumir að það hefði verið norskir víkingar sem fundu Kanada eða Norður-Ameríku á undan Kolumbusi. Og það alveg byggingarrústir og svoleiðis sem að benda til þess. Já, meðal þessara frægustu landfundarmanna Norðmanna má nefna Ingólfur Arnarson, Leif Heppna og Eirík Rauða sem allir komu við á Íslandi og höfðu eitthvað að gera hér. En sem velta kannski sem fyrir sér, hvernig fundu þeir lönd? Þannig finnst svona svolítið líklegt að þetta var fyrir Disney. Þær hafi fundið eins og Færeyjar og hafi kannski ætlað að fara til Færeyja, vilist að leið fara til Íslands. Kannski má sama segja með Grænland og þá mögulega Nýfundnaland og Kanada ef þeir fóru þangað. Þannig að, já, Norðmenn voru mjög heppnir eða óheppnir fyrir að teika um að ræða. Fögur hlíðin. Allt í lagi. Gunnar á Hlíðarenda og Kolskeggur áttu að fara að utan sem hluti af refsingu sinni fyrir dráp. Þegar Gunnar var á leiðinu út þá sá hann hlíðina sína og hann fannst þau svo fallega að hann hætti við. Kolskeggur hins vegar hélt áfram og fór meðal annars til Miklagarðs og var þar væðingahöfðinginn. Flottur kastali hér í Miklagarði. Ég takka. Víkingar voru mikið þekktir fyrir siglingatækni sína og skip, en það veit ekki allir að sú tækni og skipin komi frá ættbálki sem kallast Frísir og bjuggu á þessum tíma á norðauströnd Þýskalands og Hollands. Frísirnir þeir opnuðu náttúrulega siglingaleiðir með tækni sinni við viðskiptasvæði sem voru utan Rómaveldis og höfðu áður ekki verið hægt að stunda viðskipti við þá. En langskip víkinga, eins og maður þekkir, þau voru notuð náttúrulega langmest af skipum víkinganna. Og þökk sem þeim gátu þeir farið yfir heil úthöfin og fundið þá, eins og sagt var, Færeyjar, Ísland og Grænland. Og eins og í hálfbæði þeim var siglingatækni þeirra og rathæfileikar. Þeir voru náttúrulega frekar góðir því að koma sinna leiðar yfir heilu úthöfin og það var tekið eftir því en það voru fáir sem komist nálægt þeirra tækni. En víkingarnir, þeir voru þetta líka að setjast að á svæðinu sínum, á skipunum, setja þau upp í sand, bara settast að og bara þeir voru mjög langt á undan sínum samtíma og voru alveg, fólk hræddist á alveg af lok víkingarnar. Veldi víkinga varð mest rétt eftir árið 1000 en þá náði Sveinn Tjúguskeggur völdum í Danmörku og sonur hans Knútur náði völdum í Noregi. Þegar þessi tvö ríki voru saminuð myndaðist eitt stærsta veldi víkinga sem hafði nokkrum sinni verið til. Og já, en lélegar undirstöður bæði samfélagslega og efnahagslega gerðu það verkum að ríki hrundi ekkert rosalega löngu eftir. Árið 1066 tapaði Haraldur Harðráði gegn Haraldri guðinna sinni við bardaganum við Stafford Bridge, segi ég.
Og þessi bardagi satt markaði endalok víkingaldar, eða hennar svokölluðu víkingaldar. It takes a lot to make a stew. A pinch of salt and laughter too. A scoop of kids to add the spice. A dash of love to make it nice. And you've got Too many cooks. 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 It takes so long to make a stew. When it comes to me and you, And him and her and the baby too. Too many cooks, it's true. you say it goes, it'll spoil the broth. Honey, I think that's not true. Well, maybe too many cooks will spoil the broth. Árum setna, árið 1066,